Takk fyrir það, Guðríður. Þetta dagur staðgenglanna. Forstjóri, starfsfólk Umhverfisstofnunar og aðrir ágætu ársfundargestir. Ég vil byrja á því að flytja ykkur kveðju umhverfisráðherra Svandísar Svavarsdóttur sem gat ekki verið með okkur hér í dag vegna þess að hún í erindagjörðum fyrir ráðuneytið, situr þessa stundina á ráðherrafundi OECD-ríkjanna í París. Það sem verður að fjalla meðal annars grænan vöxt og undirbúning á ráðstefnunni í Ríó núna í júní, þar sem það kalla Ríó +20. Það mér sérstök ánægja ávarpingu hér í dag við upphaf ársfundar Umhverfisstofnunar. Yfirskrift ársfundarins ástand umhverfisins og þar vissulega af mörgu að taka. Umhverfisstofnun fylgist meðal annars með náttúrunni, loftgæðum, loftslagsbreytingum, ástandi vatns og hafsins. Í dag fáum við að heyra áhugaverð erindi sem lýsa vel hversu fjölbreytt og krefjandi verkefni það eru sem Umhverfisstofnun að fást við í sínu starfi. Ríkisstjórnin lagði sérstaka áherslu á náttúruvernd í samstarfsyfirlýsingu flokkana sem aðeins standa og hefur margt ávinnist í því efni. Ítarleg hvítbók löggjöf til verndar náttúru Íslands var samin, kynnt og rædd á umhverfisþingi haustið 2011. Þar hefur verið unnið gríðarlega þarft starf sem mun verða góður grundvöllur vinnu við stefnumótunarsviði náttúruverndar á komandi mánuðum og misserum. Þá vil ég nefna að hafin vinna við heildarendurskoðun náttúruverndarlaga sem byggir á hvítbókinni og hún því afar mikilvægur þáttur í þeirri vinnu. Utanvegaakstur og það tjón á umhverfinu sem veldur hefur lengi verið til skoðunar og telur ráðuneytið að frekari aðgerða sé þörf. Frumvarp til laga á breytingum á lögum náttúruvernd sem nú til umfjöllunar á Alþingi ætlað að taka á þeim málum. Auk þess í frumvarpinu fjallað vernd sérstakra vistgerða og náttúruminja. Ágætur gangur hefur verið í friðlýsingu svæða. Þar má nefna Dimmuborgir, Hverfjall og Selhjallagil í Mývatnsveit, hluta Skerjafjarðar, Viðey í Þjórsá og Kalmanshelli, auk stækkunar Vatnajökulsþjóðgarðs sem nær meðal annars yfir Langasjó og hluta Eldgjár. Að frumkvæði Vesturbyggðar verið að vinna að friðlýsingu Látrabjargs og Rauðasands en það mat sveitarfélagsins að brýnt verkefni sé að ræða í uppbyggingu og atvinnusköpum í sveitarfélaginu. Ræða stórt, spennandi og flókið verkefni þar sem fjöldi landeigenda hafa komið að málum. Friðlýsingar í eðli sínu málsins samkvæmt samstarfsverkefni ráðuneytisins og Umhverfisstofnunar og hefur vel tekist til að stilla krafta saman í þeim efnum. Ráðuneytið vill þakka Umhverfisstofnun fyrir úttekt hennar á ástandi friðlýstra svæða sem jafnframt eru vinsælir áningarstaðir ferðamanna. Sú umræða sem skapaðist í kjölfar kynningar á úttektinni hefur opnað augu margra og hjálpað í umræðu sem leiddi til samþykktar gistináttargjalds. Gjaldið í samræmi við svokallaða nytjagreiðslureglu sem byggir á því að þeir sem nýta náttúruauðlindir eigi að greiða fyrir það. Sérstök náttúra Ísland svo auðlind sem ferðaþjónusta nýtur öðru fremur og það sjálfsagt að ferðamenn komi að því að halda henni við og komi í veg fyrir skemmdir vegna ágangs. Þótt margt hafi áunnist í náttúruvernd hér á landi hægt að gera mun betur og þar þurfum við að vera stórhuga. Framkvæmd fyrstu 2 náttúruverndaráætlana hefur gengið mun hægar en vonir stóðu til. Því að gistináttagjaldið sem rennur til náttúruverndarverkefna mjög lítið og í engu samræmi við þörfina eða þróun í ferðaþjónustu. Í fyrra komu 540.000 erlendi ferðamenn til Íslands og á þessu ári spáð mikilli aukningu. Þetta þýðir 2-földun ferðamann á áratug og Ísland á góðri leið með að vera eitt mesta ferðamannaland í Evrópu miðað við höfðatöluna góðu. Náttúruvernd undirstaða sjálfbærrar ferðamennsku og það þarf að verða hugarfarsbreyting hvað það varðar. Við Íslendingar höfum einfaldlega ekki efni á að hafa náttúruvernd sem hornreka og mun ráðuneytið áframleggja þunga áherslu á að styrkja innviði náttúruverndar hvort sem í stefnumörkun og lagaumgjörð, friðlýsingum, eftirliti og auknum fjárframlögum. Í umhverfisráðuneytinu nú til skoðunar að sameina yfirstjórn allra þjóðgarða og friðlýstra svæða í einni stofnun. Það í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar þar sem gert ráð fyrir því að rekstur og uppbygging þjóðgarða og friðlýstra svæða verið tekið til endurskoðunar með það að markmiði að sameina stjórn þjóðgarðanna, styrkja stöðu þeirra og styðja við fjölbreytta atvinnuuppbyggingu allt land. Umhverfisstofnun gegnir veigamiklu hlutverki á sviði loftslagsmála. Þar að ræða afar flókinn málaflokk umhverfismála en mikið hefur mætt á starfsmönnum stofnunarinnar og ráðuneytisins að undanförnu við að innleiða viðskiptakerfi Evrópusambandsins og aðrar umfangsmiklar tilskipanir samkvæmt EES-samningnum. Mjög mikið starf hefur verið unnið á stuttum tíma við innleiðingu viðskiptakerfis hvað varðar flugstarfsemi.
Einnig rétt að geta þess að loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna gerði ítarlega úttekt í fyrra á loftslagsbókhaldi Íslands sem Umhverfisstofnun ber ábyrgð á og gaf því góða umsögn. Það mun reyndar hafi verið fundið að því að losun frá kiðlingum hafi verið vantalin. Já, ykkur misserist ekki, en það eðli málsins samkvæmt ekki háar tölur að ræða og sýnir kannski best hvað raunverulega aðfærsluefnin voru lítið alvarleg og á Umhverfisstofnun þakkir skildar og hróskilir fyrir það. Frumvarp til nýrra laga loftslagsmál verður lagt fram nú á vorþingi og það lagt til að Umhverfisstofnun gegni lykilhlutverki. Við þurfum að búa okkur undir hertarkörfu í loftslagsmálum á komandi árum og mikilvægt að búa trausta faglega innviði í það verkefni. Frumvarp til laga umhverfisábyrgð til umfjöllunar hjá Umhverfis- og samgöngunefnd. Markmið frumvarpsins að innleiða tilskipun umhverfisábyrgð í tengslum við varnir gegn umhverfistjóni og úrbætur vegna þess. Með frumvarpinu stigið stórt og mikilvægt skrefið að byggja upp umhverfisrétt hér á landi en umhverfisábyrgð snýst þá meginreglu umhverfisréttarins sem kallast mengunarbótareglan. Með frumvarpi til laga umhverfisábyrgð lagt til að greiðsluregla umhverfisréttarins eða mengunarbótareglan sé innleidd í íslenskan rétt. Þetta sú meginregla að sá sem valdi mengun bæti umhverfistjón sem af þeirri mengun hlýst og beri kostnað af því. Með því má gera mengunarvald ábyrgari og meðvitaðri ábyrgð sína. En sú ábyrgð að veruleyti samfélagsleg. Því ef mengunarvaldur axlar ekki kostnaðinn, þá honum einfaldlega velt yfir á þjóðfélagið í heild sinni. Hvort sem það í formi heilsutjóns, almennings eða auknum útgjöldum úr sameiginlegum sjóðum vegna hreinsunar umhverfis. Umhverfisstofnun ætlað af umsjón með framkvæmd laganna en þar nýtt verkefni stofnunarinnar að ræða. Nokkur skeið hefur verið unnið að heildarendurskoðun á íslenskri efnalöggjöf og skoða meðal annars frá grunni núverandi eftirlits- og leyfisveitingakerfi auk þess að sameina löggjöf og svið efnamála. Frumvarp til nýrra efnalaga verður væntanlega lagt fram nú á vorþingi en markmiðið með frumvarpinu er meðal annars að færa eftirlit framar í aðfangakeðjunni og tryggja öryggi efnavara á markaði neytendur til hagsbóta. Segjum á að helstu nýmæli í frumvarpinu séu þau að lagt til að efnaeftirlit verði gert markvissara og yfirsýn umhverfisstofnunar verði tryggð. Þá lagt til að leyfisveitingar verði einfaldar og gerða markvissari. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að almennt eftirlit með framkvæmd laganna verði á einni hendi hjá Umhverfisstofnun. Þörf hefur verið talin á að endurskoða lög hollustuhætti og mengunarvarnir með tillit til verkaskiptingar milli heilbrigðisnefnda og Umhverfisstofnunar. Síðasta áratug hefur átt sér stað mikil umræða milli Umhverfisstofnunar, heilbrigðiseftirlitssvæðanna og samtaka atvinnulífsins hvernig þessari verkaskiptingu skuli vera háttað og eru enn skiptar skoðanir það. Þörf er á frekari umræðu og greiningu hvernig framkvæmd eftirlits eigi að vera til framtíðar og að lagt verði mat á hvernig því verði best fyrir komið. Í þeirri skoðun er mikilvægt að núverandi fyrirkomulag sé kannað og velt verði upp möguleikum hvernig megi bæta það. Vanda verður til þessarar skoðunar og samráð verði haft við helstu hagsmunaaðila við þá skoðun. Megin markmiðið með stefnumörkunum framkvæmd eftirlits til framtíðar er að eftirlitið sé í stakk búið til að tryggja landsmönnum heilnæms lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmi og ómenguðu umhverfi. Eftirlitið þarf að vera byggt upp með einföldum hætti svo það verði skilvirkt og geti brugðist með skjótum hætti og sé hagkvæmt. Eftirlitið þarf að vera virkt og samræmt allt land og njóta trausts íbúa landsins og atvinnulífs. Áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða sem oftast er nefnd rammaáætlun verður lagð fram á Alþingi í dag eða á morgun. Rammaáætlun nýtt stjórntæki í umhverfismálum þar sem vegið niður saman ólík sjónarmið til náttúrunnar, þannig að sem best sátt geti skapast endanlega ákvörðun nýtingu og vernd svæða. Þessi áætlun mun án efa gera framkvæmd náttúruverndar markvissari og verða mikill stuðningur við undirbúning og framkvæmd friðlýsinga til langs tíma. Að lokum vil ég nefna fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar að koma á nýju umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Þessar fyrirætlanir eru nú að verða veruleika og gert ráð fyrir að ný skipan ráðuneyta atvinnumála og umhverfis og auðlinda komi til framkvæmda 1. september næstkomandi. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti meðal annars ætlað að nýtt hlutverk varðandi rannsóknir, nýtingarstefnu, ráðgjöf og verndun á sviði auðlindamála. Tillaga til þingsályktunar þar sem meðal annars gerð tillaga stofnun umhverfis- og auðlindaráðuneysins var lögð fram á Alþingi í dag. Þetta verður eitt stærsta skref sem tekið hefur verið til að efla stöðu umhverfis- og náttúruverndarmála á kjörtímabilinu og þar með fá umhverfissjónarmið þá virðingu og sess sem þeim sannarlega ber. Góðu gestir, fyrir hönd umhverfisráðherra vil ég nota þetta tækifæri og þakka starfsfólki Umhverfisstofnunar fyrir afar ánægjulegt samstarf á liðnu ári.
Eins og fyrr hefur mikið mætt á stofnuninni, ekki síst vegna aukinnar umræðu umhverfismál og aukin vægis umhverfismála í samfélaginu sem auðvitað af hinu góða. Starfsfólk stofnunarinnar hefur leyst þau verkefni sem hún fengist við með sóma og fyrir það vill ráðuneytið þakka. Ég hvet ykkur öll til að halda ótrauð áfram ykkar mikilvæga starfi fyrir íslenskt samfélag og óska ykkur velfarnaðar í verkefnum ykkar í framtíðinni. Takk fyrir. Já, við þögnum Magnúsi fyrir hvatninguna. Það nú reyndar eitt sem ég ætla nú að nefna hér áður en lengri er haldið. Góður fundarstjóri, hann passar upp á tíma og ég og þennan fína síma, nú er ég fann að tala í bundnu máli, og það er allt í símanum mínum. Ég kemst á Facebook, ég get opnað tölvupósti minn og eitt og annað, en það er engin skeiðklukka í honum. Þannig að ef einhver vill sjá aumur á fundarstjóra og á annarkvort, já, er ekki allir með skeiðklukku í veskinu, er það ekki svona standard útbúnaður, en ef einhver á síma sem og enga vini, þannig að hann á ekki von á símtali og er til í að lána með síman, þá væri það vel þegið, þar að segja ef sá hinn sami inniheldur skeiðklukku. En